sameinuðumst í bæn fyrir landin okkar Íslandi og við biðjum þig, Faðir, vilt þú snerta við. Þjóðin okkar viltu snerta við næstu kynslóð. Þakka þér fyrir það sem þú ert að gera, Drottinn. Þakka þér fyrir að þú gera langt umfram sem við biðjum skilji. Í Jesú þegar að blessa þig góðan dag. Amen. Amen. Björn Snorra að koma og tala til okkar Guðsson í dag. Amen. Góðan dag öll. Til hamingju með daginn. Þetta stór og mikill dagur í okkar sögu. Ég þakkaði Kitti að hafa gefið okkur einmitt Guðspjall dagsins. Þetta bara dagurinn pálmasunnudaginn. Og þetta svo merkilegt þegar Kitti var að lesa þetta. Þá kemur alveg greinilega í ljós að það verið að tala spádóma sem rætast. Og spádómur bara rætist á einu degi. Og mér var hugsað til þess hvað þetta stórkostlegt að sjá. Ég ætla að fara aðeins inn í Mattheus aftur, 21. kapítulan. Þegar Jesús kemur hérna að, það greint frá sem atburði í öllum guðspjöllunum, öllum fjórum. Og þá byrjar frásagnir Mattheus svona, þegar þeir nálguðust Jerúsalem og komu til Betfage við Olíufjalli, sendi Jesús 2 lærjur sína og sagði þá, farið í þorpið hér framundan ykkur, jafnskjótt munið þið finna ösnu, bundna og fola hjá henni, leysi þau og færi mér, ef einhver hefur orð það, þá svarið herranum, það svarið herran þarf þeirra við, og mun hann jafnskjótt senda þau. Það var eigandinn sem skaparinn sem bara bað ösnur og þetta bara frátekið dýr handunum. Hann vissi þetta alveg svo spádómurinn var búinn að tala mörgum öldum áður. Við erum að tala spádóm sem svona 6 öldum áður, 600 árum áður. Þá búið að spá þessu að konungurinn mun koma til þín ríðandi af ösnufola. Og svo vísa til þessa spádóms, segir dóttirinni Síón, sjá konungurinn kemur til þín, hóvar hann og ríður asna, fola undan áburðargrip. Og það skiptir engum togum að þegar hann nálgast borgina, Jerúsalem, þá verður bara eins og hugarfarsbreyting hjá hópnum. Og við sjáum hvað það segir í 8. versinu, lærjusveinarnir fóru og gjörðu sem Jesús hafði boðið þeim, komu með ösnuna og folann og lögðu á þau klæði sín en hann steig á bak. Fjölmargir breiddu klæði sín á veginn en aðrir bjuggu lim af trjánum og stráðu á veginn og múgur sá sem á undan fór og eftirfylgdi hrópaði, Hósanna, syni Davíðs, blessað sé sá sem kemur í nafni Drottins. Það allt í bara mikill fögnuður og gleði. Og þetta var bara dagur sem byrjaði virkilega vel, allir fagnandi, sá sem kom á ösnufolanum, tákn það að spádómandi voru að rætast. Vissi ekki skriftlærðu mennirnir að þetta var allt saman að rætast. Og svo heldur hann áfram hann Mattheus og segir þetta við okkur, þegar hann kom inn í Jerúsalem var öll borgin í uppnámi og menn spurðu, hver hann? Og svaraði, það spámaðurinn, Jesús frá Galileu. Þeir vissum alveg hvað þetta var. Spádómandi voru að rætast fyrir fram að nefið á þeim og þeir sáu það var tími og ástæða til að fagna því að konungurinn var að koma til þeirra. Mattheus greinir svona frá, Markus talaði þetta, Lúkas, Jóhannes, þannig að við getum sagt frá þessum atburði á mörgum sviðum og mér einmitt hugsa til þess hvað var ekki ástæða einmitt fyrir okkur að rifja þetta upp og sýna fram á það að sá arfur sem við eigum á pálmasunnudegi, þetta sunnudagur fagnaðarins. Þetta sunnudagur gleðinnar. Þetta sunnudagurinn af því við höfum gleðjast yfir því að Jesús Kristur kom ríðandi á öskufola, áburðargrip, hann var hógur og hjarta lítillátur
Því að þegar ég horfi á þessa mynd, þá sé ég að bak við tjöldin, þá svona aðrir skuggar sem að læðast í sögunni, læðast í frásögunni. Og það sagt einn þekktasta listamann Hollands, Rembrandt. Hann var sérstaklega fær í því að búa til skuggana í myndum sínum. Hann var langbestur og hann er langbesti aðilinn sem teiknaði og málaði málverk og gerði skuggunum svo mikið undir höfði. Þeir eru svo áhrifamiklir í myndum. Og þegar við lesum þessa sögu, þá finnst mér sjá að Rembrandt, hann notaði Biblíuna til að kenna sér. Hann notaði líka til hlýða við björtu hlýðina og gleðina og notaði skuggana. Og sjáum hvernig kemur fram þegar við förum í 12. versi. Þá gekk Jesús í helgidóminn. Þú veist það á fagnanum, borgin búin að hrópa, spámaðurinn kominn og hósanna Davíðssyni og allir voru fagnandi og glaðir. Svo segir hann, þá gekk Jesús í helgidóminn, rak út alla sem var að selja þar og kaupa, hrattum borðum vígslarana, stólum dúfnasalana og mælti við þá, ritað hús mitt á að vera bænahús, en þið hefur gjört það að ræningjabæli. Og ég spurði bara sjálfa mig, ef að Jesús kæmi nú hérna til Íslands og hann kæmi í kirkjurnar okkar, ætla myndi reka eitthvað út, ætla myndi stoppa eitthvað hjá okkur, erum við með bænahús eða erum við oft á tíðum að breyta kirkjunum í svona sölustaði. Við erum að selja á tónleika, við erum að selja einhverjar góðar, fallegar vörur, við erum að búa til business, við erum að lofa upp í erminn á Guði. Þú veist, ef þú gefur mikið í fórnirnar, þá ætla Guð að blessa þig mikið. Við erum svona oft á tíðum að búa til þennan business. Gyðingar, þau voru mjög færir í þessu. Þeir kunnu þetta alveg á hátt. Og það er álitið að prestarnir í musturinn í Jerúsalem, þetta hafi bara verið vellauðugir menn. Þeir kunnu að búa til business í musturinn. En þegar Jesús kemur þarna að, þá í raun og veru gerir hann allan business ónýtan. Hann rekur allir burtu. Og svo segir hann við þá, ritað hús mitt á að vera bænahús, en þeir hafa gjört það ræningjabæli. Blindir og haltir komu til hans í helgidóminn og hann læknaði þá. Æðstu prestarnir og fræðimennir sáu dásemdarverkin sem hann gjörði og heyrðu börnin hrópa í helgidóminum, hósanna Davíðssyni. Þeir urðu grafir við og sögðu við hann, heyrðu þú hvað þeir segja? Þeir eru hneykslaðir. Og svo segir hann, Jesús svaraði þeim, já, hafið þeir aldrei lesið, Jesús sagði þetta að barnamunni og brjóstmylkinga hefur búið lof. Jesús vissi hvað hann vildi fá frá mustunum. Hann vildi fá lækningar, tap, undur og stórmerki. Hann vildi fá lofsönginu Guðvott. Hann vildi byrja daginn með gleðisöng. Hann vildi byrja daginn með því að menn hrópuðu og sögðu hósanna Davíðssyni, blessaður er sá sem kemur í nafni Drottins. Hvað þýðir hósanna? Það hósanna þýðir. Kann einhver hebresku sem getur sagt okkur hvað hósanna þýðir? Þetta orð er ekki þýtt yfir íslensku. Við vitum hvað halleluja þýðir, lofa þú Guð, en hósanna. Hósanna þýðir frelsa oss. Frelsa oss. Þegar þeir voru að hrópa á Jesú og hann var að koma vínandi á öskubólunum, þá hrópuðu þeir frelsa oss. Af hverju er þetta ekki þýtt yfir á íslensku? Af hverju fá ekki að vita þetta? Og mér er hugsað til þess hvað þetta er oft tíðum undarlegt hjá okkur á Íslandi. Við erum með sögurnar og við eiginlega gleymum hinni hlýðinni. Við viljum bara kortleggja og segja, jú, þetta er svona á daginn, en við sjáum ekki alveg hina hlýðina. Þessir aðilar sem gerðu musteri að ræningjabæli, business, þeir vildu koma peningunum í lóg og vildu græða svolítið á þjónustunni. Jesús var ekki tilbúinn til þess að taka þátt í því. Hann læknaði fólki án þess að borga fyrir. Hann bað fyrir því og blessaði það án þess að borga neitt fyrir. Það var ókei
það var blessun gefin, en það er þetta eðli Krists, hann gaf sjálfan sig sögurnar, hann gefur bænasvörin, hann gefur okkur af náð sinni, hann gefur og gefur og gefur. Megum við líkast Kristi, megum við koma söfnuðinum í það horf að við erum gefandi söfnum. Við gefum honum heiður, dýrð, vegsemd, lofgjörð, við segjum amen við honum, við gefum að því við erum með sama eðli og hann. Við erum af Krists afurð, má ég segja þetta svona. Og ég var einmitt að velta því fyrir mér, hvað er stórmerkilegt þegar við komum að þessu, það fara með þig inn í einn stað í viðbót, og það er, við skulum fara í 23. kapitúla Mattheusar guðspjalls, og það er 37. versi, og þetta er alveg svakalega beittur texti. Jesús hann er búinn að koma og hrópa Hósanna Davíðs sinni, blessaður sá sem kemur í nafni Drottins. Þá kemur aftur frásagan hér að Jesús grætur yfir borgin og hann segir Jerúsalem, Jerúsalem, þú sem líflætur spámenning, þú sem líflætur spámenning. Var ástæða fyrir Jesú að koma með fagnaðarópi inn í borgina. Borgina sem líflætur spámenning. Þetta var líka hliðin á Jerúsalem sem að við megum vita og Jesús Kristi þekkti mjög vel. Þú líflætur spámennin og grýtir þá sem sendir eru til þín. Hversu oft vildi ég safna börnum þínum eins og hænan safnar ungum sínum undir vængi sér, en þér vilduð eigi. Hús yðar verður þið eyðilátið. Ég segi yður, héðan af munið þér eigi sjá mig, fyrir þér segir, blessaður er sá sem kemur í nafni Drottins. Og Jesús vissi hvað var í gangi. Hann kemur inn í borgina með fögnuði og síðan er þessi vika sem við erum að ganga inn í. Þetta er best skráða heimild heila viku í fornöld hvernig hún fór. Það vitað upp á dag, það vitað upp á klukkustund, hvenær hinn og þessi atburður gerðist. Það vitað í þessari viku, það var heilu kvöldmáltíð. Þá fór Jesús út í garðinn Getsemani og bað nóttina. Hann var handtekinn á föstudeginu langa, hann var dæmdur, hann er kominn á krossin klukkan 9 á morgni, hann er hangandi þar á hádegi og hann er ekki dáið við klukkan 3 í eftirmiðdegi. Það var myrkur frá hádegi og til klukkan 3. Þetta er eina frásaga fornaldarinnar sem er svona með nákvæmlega skráður sólarhring. Af hverju gerði Guð þetta svona? Af hverju lét hann þetta svona fara? Og ég spyr sjálfa mig, erum við þeirra trúar að við þorum að halda þessu fram? Erum við sammála þessu? Ég ætla að fá að fara með þig núna í Sakaría 9. Það er kaflinn sem er vísað til þessara sögu þegar Sakaría spámaður tala til okkar, 9. kapitúla og 9. vers, og þá er hann að segja við okkur, þetta þýðir, Sakaría þýðir minni Drottins. Fagna þú mjög, dóttir í Síón, lát gleði látum, dóttir í Jerúsalem. Sjá, konungurinn kemur til þín, réttlátur er hann og sigur sæll, lítillátur og ríður asna, ungum ösnu fola. Þetta rættist á einum degi. Hugsið, bara spádómur frá 7. öld, rætist fyrir fram að nefið á gyðingunum og allir skriftlærðir áttu að vita þetta. Svo heldur hann áfram, hann útrýmir hervögnum úr Efraim og vígahestum úr Jerúsalem. Öllum herbógum mun og útrýmt verða og hann mun veita þjóðunum frið með úrskurði sínum. Veldi hans mun ná frá hafi til hafs og frá fljótinu til endimarka jarðarinnar. Og við erum kannski ekki alveg búin að sjá þennan hluta rætast. Getur það verið að við séum komin að þeim tíma að þessi dagur verður endurtekinn með að Jesús Kristur kemur, útrýmir hervögnum úr Efraim og hann tekur vígahesta og hergögn frá Jerúsalem og öllum herbógum
mun útrýmt verða? Er það á næsta leiti? Og ég segi bara, nei, svo verður. Ég bara bið þess að það komi friður yfir Mið-Austurland. Því að þetta er bæði vettvangurinn þar sem tók við Jesú Kristi og Jesús Kristur gekk umkring, gjörði gott og græddi alla þá sem að djöflur voru undir okkar. Vitið þið að það var frá Sýrlandi sem að postuli var sendur út til allra landa í kring til að predika fagnaðarerindið Jesú Krist. Þannig að þetta er vettvangurinn okkar að bæði Ísrael og Sýrland og Líbanon. Þetta verði helgi staði fyrir því og mig. Við eigum þetta inni. Og svo var ég að velta við mér. Þetta er svo merkilegt. Hvað mikið af þessu gerist að við sjáum gleðin hún er kynnt fyrir okkur og það er líka sorgaratburðir sem koma þetta fram. Og öll guðspjöllin þau nefna þetta þegar Jesús kemur rínandi inn á Ösmubóla. Fögnuðurinn er þegar hann kemur inn í borgina og það er hrópað og svo er líka reynt að þagga niður í börnum. Lætur að þagga niður þér? Ég heita með grein sem hún Kolbrún Bergþórsdóttir skrifaði ekki alls fyrir löngu. Ég pretta þetta út í Morgunblaðinu. Uppgjöf kirkjunnar. Og mér þykir þetta svolítið sláandi því að ég vil helst ekki vera í kirkju sem er í uppgjöf. Ég vil að kirkjan berjist, trúarna góðu baráttu. Ég vil að við vitum fyrir hvað við stöndum, hverju okkur er trúað fyrir. Okkur er trúað fyrir að halda uppi bæði spádómunum og þessu orði sem við erum með í höndunum. Vitið þið að unglingarnir í dag, við erum nokkrar kynslóðir á Íslandi sem þekki ekkert til pálmasunnudagsins. Það var ákveðið að taka kristinfræðina út úr grunnskólanum. Það veit enginn á hverju pálmasunnudagur í dag. Til þess eru páska. Er ekki bara út af fyrir kanínum og páskaeggjum. Þú veist, við erum að fara með börnin þangað. Af því kirkjan, hún stóð ekki lappirnar. Hún sagði ekki, nú skulum við ætla að vera kristin, því að það er allir búin að lofa því að gera Jesúm Krist að leiðtoga lífsins. Kannið þið það? Það er ekki margir sem hefur að lofa því að gera Jesúm Krist að leiðtoga lífsins. Svo kemur eitt prófmál og Kolbrún Bergþórsdóttir gerir það að tilgangi sínum að prófa að kynna fyrir þetta prófa. Uppgjöf kirkjuna. Þá segir hún, þegar kemur að því að halda uppi málstað og merkjum kristnina, ætti að vera hægt að leggja traust sitt á forsvarsmenn þjóðkirkjunnar. En jafnvel þeir eru allt og hikandi. Við skrifum þó bréf og við skrifum kirkjugörður Reykjavíkur bréf og sögðum við þá að það var ekki hægt að nota betra tákn yfir kirkjugarða heldur en krossin sem tákn bæði dauða og lífs. Alveg svo Jesús Kristur fór á krossin og áður að fór þangað, þá var líka tekið við honum með fögnuði og allir hrópuðu Hósanna Davíðssyni, blessaður sá sem kemur í nafni drottins. En það liður bara nokkri dagar. Þá var hrópað burt með hann. Gef oss Barabbas lausan. Hvað gerist hjá mannum þegar svona mikla sveiflur eru í stað? Og ég segi líka við þig, þú sem er kannski ekki búin að ganga veginn með Jesú Kristi í mörg ár, þér mun líka mæta alls konar anstrengingar. Það kemur að því að þú eru tekin í gegn. Þú mun þá að þurfa að standa fyrir því hverju þú trúir. Já, trúir virkilega að Biblía sé sönn. Það er það fyrsta sem ég tekið í burtu. Þú mátt helst ekki trúa bókstafnum. Nú ertu svona bókstafstrúar, já. Það er það sem er. Vitið þið að það er allir bókstafstrúar þegar bara kemur að bóðum 10. Þú skalt ekki stela, allavega ekki frá mér. Vitið, við erum öll alveg saman því. Þú skalt ekki stela. Má vera bókstafstrúar þegar kemur að því. Við erum svo ofta til þess að ég get alveg stólið frá skattinum, ég get stólið frá ríkinu. Nei, þú skalt ekki stela. En ekki nákvæmlega það sem við þurfum á að halda. Þú skalt ekki ljúga. Ef við erum bókstafstrúar. Hvað segir kirkjan? Já, það sko hvernig á það er litið.
Við erum ekki með boðskap sem segir bara hvernig á það er litið. Vegna þegar Jesús Kristur kom inn í Jerúsalem, þá kom hann samkvæmt spádómsorði. Það var hrópað samkvæmt spádómsorði. Og það var tekið á móti honum samkvæmt spádómsorði. En bakgrunninn í borgin var það líka samkvæmt spádómsorði. Þegar við sögðu börnunum að þegja, þessi þegðu, þá myndu steinandi hrópa. Og komið með mér núna í Sefanía, það er mjög athyglisverður kafli þar, það bara fara með ykkur í annan kapitul, nei, það þriðji kapitulinn í Sefanía. Þetta er einn af spámorðunum sem við vísum mjög sjaldan til. Og hvað er hann að segja? Hann segir okkur svolítið frá því hvernig baksviðs er í Jerúsalem þegar konungurinn kemur til þín. Og sjáðu það segir við þriðja versinu. Vei hinni þveru og fullu og sönguðu hinni ofríkisfullu borg. Takk fyrir. Þetta er ekki endilega fögur orð eða fögur lýsing. Og sjáu við, hér er verið að tala um fólkið í borgin. Vei hinni þveru og fullu og sönguðu hinni ofríkisfullu borg sem líflættu spámennina og drepur á því vitið. Hún hlýðir engri áminningu. Hún tekur engri hirtingu. Hvað var gert í spámenninu? Hvað gerði Jerúsalem? Burt með hann, gefur bara lausan. Og síðan heldur hann áfram, hún treystir ekki drottni og nálægir sig ekki Guði sínu. Þrátt fyrir spádómana hjá Sakaría og þrátt fyrir það að testamentið og Tóran sagði gyðingum hvernig skyldu haga sér, þá voru þeir bara breyskir menn. Og þú getur líka varðveitt þig sem breyskan mann. Þú getur alveg skápað í skjólinu og sagt, ég er ekkert verið þúsnáli. Þú ert ekkert betri en ég. Og þá ætlar bara að halda áfram þinni leið. En vistu það, að Biblían hún er þér gefin til þess að gera þér betri manni. Til þess að megi vita hverju vilji Guðs. Til þess að megi taka inn í þig að spádómsorði frá gömlu spámönnunum, það að rætast í þínu lífi og vera hluti af þér. Og þú átt bara, kæri áheyrandi minn, þú átt alls ekki að lenda í sama feni og kirkjunar menn sem að hafa 1 milljón á mánuði og þor ekki að segja þér satt. Bara endilega skilaðu frekar milljóninni, þá er þetta allavega ekki sekur að taka mútur og svíkja það. Taktu þið orði Guðs og gerðu það sem þú veist að þið rétt. Þegar orð Guðs, það fær sýnt og sanna hvað oss er leyft eða bannað. Og þegar Jesús Kristur kemur til borgarinnar Jerúsalem, það er hrópað Hósanna Davíðssyni, blessaður sá sem kemur í nafni drottins, þá vissu þeir að þetta var spádómurinn að rætast. Konungurinn kemur til þín. Innan skamms. Þá mun konungurinn koma á skýjum himins og koma til þín. Leita þín uppi. Hann sér nafnið ritað í hendi sér og veit að hann koma til þess að ná í þig. Komdu með þér áður ég lýk þessu í Lúkas 19. Það er kaflinn sem að Kitty byrjaði að lesa. Og í Lúkas 19 þá sjáum við hvernig Lúkas greinir frá. Og þetta er læknirinn sem að tekur mjög nákvæmlega á þessum málum. Við ætlum að fá að fara með þig alveg í vers 17 og 41 í Lúkasi. Ef við fyrir vers 17, þá segir Lúkas þetta við okkur. Konungur sagði hann, gott þú góði þjónn, þú varst trúr í mjög litlu og því skaltu ráða fyrir 10 borgum. Takk eftir hvað þetta er stórmerkilegt, hvernig Lúkas tengir saman yfirráðin og þegar Jesús Kristur kom, hann réð ekki yfir mitt borg þegar þarna var, en samt snerist allt í kringum hann. Þú og ég erum á samskonar stöðu. Þegar við erum trúir hjá honum, þá munum við fá að reyna það að okkur verður falinn trúnaður yfir borgum, yfir bæjum, yfir byggðum, yfir löndum. Guð þarf vill endilega nota þig í sína hjörð.
svo til fá að fara með þig í 41. versi, þá þegar það segir, og hann kom nær, sá borgina, grét hann yfir henni og sagði, ef þú hefðir aðeins vitað á þessum degi, hvað til friðar heyr, en nú er það hulið sjónum þín, því að þeir dagar munu koma yfir þig, að óvinni þínir munu gera vitlu þig, setjast þig, þröngva þér á alla vegu. Þeir munu leggja þig að velli og börn þín sem í þér eru og ekki láta standa steini við stein í þér, vegna þess að þú þekktir ekki þinn vitjuna tíma. Hugsið ykkur hvað þetta er rosalega. Þegar Jesús Kristur vissi vitjuna tíman og sá það var ekki nema 30 ár eftir, 40 ár eftir. Bara 40 ár, þá er borgin eyðilögð og rústuð. Hún lá í rústum í fleiri aldir að þeir þekkti ekki til vitjuna tíma. Bara ef þeir hefðu vitað að konungurinn var að koma til þeirra. Bara ef þeir hefðu tekið eftir því að maðurinn sem kom frá Guði sendur kom að ofan, hann kemur samkvæmt spádómsorðinu, samkvæmt Sakaría, hann er mættur allt í dyrnar, hann er við borgarhlið. Upp á þessu, þá kom hann aldrei aftur inn í Jerúsalem. Hann fór út úr Jerúsalem á krossi. Það var síðasta skipti sem hann kom inn í borgina. Skyldi Ísland vera búið að vísa Jesú Kristi í burtu, svoleiðis að hann jafnvel kemur ekki aftur inn til landsins. Við þurfum að biðja fyrir land okkar og þjóðkæri. Við þurfum að biðja fyrir því að landið fari ekki jafn illa og Kolbrún Bergþórsdóttir er að tala að gefast upp fyrir illskunum. Við þurfum átt okkar á því hvað drottinn Jesús Kristur vill að komi í ljós hjá okkur sjálfum. Hann þráir það eitt að við sem trúaðir aðilar, einstaklingar sem treystum orði Guðs, við séum aðilar sem stöndum fastir á orði Guðs, sem höldum fast fram því sem Biblían er að segja. Ef að orð Guðs verður tekið frá þjóðinni, þá glatast það. Þá glatast það. Og ef að kirkjan rís ekki upp og ef að predikararnir áttu sig ekki á því að þeir megi ekki leyfa sig að standa gegn spámunum og þjónum drottins, þá eru þeir í alveg sömu sporum. Og Jesús Kristur sagði að hafi verið ástand í Jerúsalem. Hann grét fyrir borginu. Þú sé líflætur spámunum. Ekki gera það. Verum hinum megin. Verum þeim megin, það sem við viljum taka mark á þessu orði, og þegar spámennir tala til okkar, þá hefur við skynjað að það er Guð sem er að áminna oss. Sjáu þið hvernig þjóðin er komin núna í dag? Sjáu þið það ógnir steðja að landinu okkar? Í fyrsta lagi, þetta er í annað skipti, sem var heil loðnuvesti sigli fram hjá þjóðinni, og þetta er annað árið í röð. Af hverju? Það er skýringar á þessu. Og þetta stendur á því að við skulum vera á því tímabili að það er alveg sama hvert þú lítur á Vesturlandi. Þetta er allt saman nötrandi og skjálfandi og menn vita að eldgosakerfin er öll að vatna. Þurfið að hjálpa að halda. Þurfið Guðs vernd, þurfið Guðs varðveislu. Þurfið ekki á þeim að halda sem að bara segja, já, nú skulum bara gott eldgosi hér að hafa bara smá. Er þjóðin tilbúin sem frá bæn? Eða er hann að bíða eftir því að allt farið í bál og brand og þá segjum við, hvað er Guð núna? Hvað er Guð núna? Hvað sögðu gyðingarnir þegar Jesús kom ríðandi inn í Jerúsalem? Börnir hrópuðu. Sögðu ekki, uss, hakkað niður þeim, það heyrist á hátt í þeim. Þeir sögðu ekki, hvað er Guð núna? Þeir sá hann kom. Og Jesús Kristur vil endilega fá að mæta inn í þína páskahátíð með þessu orði, þessu, þú sést upplýst í hugaðinum og þetta, og þetta orð er lifandi orð náðarinnar og sannleikans. Með Jesús Kristus sannlega blessa þig og gefa
góða dymbilviku í Jesú nafni. Amen. Drottinn. Ég þakka þér, elskaði Herra, við höfum rifjað upp fyrir okkur hvað við gerðum, hvað við fengum, hvaða sögu við höfum að geyma og segja. Og við biðjum fyrir Drottinn minn og Jesús, þegar þú kemur inn í þetta nafn, að þá megum við segja hinni trúuðu, velkomin Drottinn, hósanna Davíðssyni, blessaður sá sem kemur í nafni Drottins. Frels okkur frá Jesús, að berjast gegn trúuðum, berjast gegn spámönnum, berjast gegn mönnum sem eru smurðir og sendir af þér til að leiðrétta og hjálpa og gefa orðið þitt hungruðum og þjáðum heimi í Jesú nafni. Amen. Með náð Drottins Jesú Kristi, kærleikur Guðs og samfélag heilags anda vera með ykkur öllum í Jesú nafni. Amen. Fjölskyldur mín. Skulum enda á einum söng og ef það er einhver sem vil fyrirbæna þá erum við hérna frammi og getum beðið saman. Ef það er eitthvað sem að séu sammálaðir í bæninni að þá er tækifæri til þess. Amen. Og að biðja fyrir þjóðin okkar, ég man að það kom kreppa í Færeyjum fyrir nokkrum áratugum síðan og þá var kallað til bæna og það var í flestum kirkjum í Færeyjum þá fór fólkið að biðja fyrir þjóðinni sinni og vitið hvað gerðist? Það kom